skjóta byssu, maður þarf að lifa sig inn í þetta. $13. Samkvæmt veðurappinu mínu stendur 38 gráður. Ég get að fara í molli í dag, sko. Are you nervous? Don't embarrass me, it's gonna be better. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Gleðilegan mánudag og verið velkomin í glænýtt vlog. Þetta verður vikuvlog núna. Ja, þú veist, þetta verður ekki heil vika, þetta verður yfir vikuna. Silla er að syngja í bakgrunum. Þið kannski hugsið, af hverju svona dimmt úti, Óli? Jú, klukkan er 8:30. Það sem ég og Silla erum að gera í dag er ekki neitt. Ég og Silla erum að fá frídag frá fjölskyldunni hennar. Woo! Sko, ég á 2 yngri bræður. Þeir eru 9 og að verða 8 ára. Og þeir geta verið pínu mikið. Þau ákveðu í morgun að fara í Six Flags. Elska ég samt að fara í rússíbana? Já. Má ég fara í rússíbana núna eftir ég fekk gangráð? Nei. Þannig að ég var svona, skipti mig engu máli að fara. Þannig að, og þetta er líka Vatnsskarður, við vorum í Vatnsskarði daginn, þannig að ég og Silla erum basically að taka rólegan dag saman núna. Þótt að klukkan sé 8:30 þegar það ekkert upp, ég bara nefndi ekki að taka upp í dag. Vá, þetta lítur vel út, Silla. Ertu ekki sátt? Jó. Ég hefði viljað að þau geti skorið tréð af. Já, þú fílar ekki tréð. Nei. En sem steik lítur geðveik út. Núna erum við í Walmart og auðvitað að shoppa. Ég með samt með eina spurningu. Hver fer í bað eða sturtu og hugsar ég væri rosalega mikið til í Crumble Cookie Key Lime Pie Body Wash núna? Þú veist, þeir sem notið þetta er allt í góðu, spurningamerki. Kostar bara $6.97 sem er þetta bara fárlega gott verð, sko. Heldum áfram í sama flokki. Hérna erum við með Tres Leches Crumble Deodorant og Strawberry Crumb Cake. Hver hugsa bara, nú er ég sveittur. Ég get ekki beðið eftir að setja Crumble Cookie Deodorantum minn undir hendur. Fólk er galið. Einhvern veginn á að veiða $164. Það verður skemmtilegt að koma þessu heim, by the way. Við skulum gera haul. By að versta við Walmart, þú þarft að nota physical kort. Þú getur ekki notað Apple Pay eða eitthvað. En líka, við eigum ekki $12 á þessu. Já, Silla er að kaupa eitthvað fyrir aðra líka. Förum heim og gerum haul. What's up, guys? Við vorum að koma aftur í húsið okkar. Silla er með eitt ískalt sódavatn og ég er með Fanta Mini. Við ætlum að henda í mini haul á þessu við keyptum í dag. Við ætluðum að fara að tana en það gekk ekki út af ég svo konguló. Og það var 36 gráður úti. Við fórum sem sagt í Marshalls og Home Goods. Við fórum í TJ Maxx. Same shit. Við keyptum Svona, þetta er svona... Þetta er Dish Drying Mat. Þú veist eins og þegar við erum að þrífa skurðabretti og svona, setja þetta undir út af því að það var alltaf floti. Við keyptum Damp Duster. Þú þarft bara að fara á TikTok og sjá. Þetta er ekkert eðlilega sniðugt. Og við keyptum Kong svona Hundaband. Já, af því að til að eiga heima hjá okkur og svo eitt heima hjá henni. Við keyptum ný eldhúsáhöld. Já, því okkur er lóki í nýjasti. Kostaði $10. Þetta var allt í Home Goods. Svo fórum við í TJ Maxx. Keyptum dót fyrir Guffa, af því hann elskar svona dót og þetta er öll húsdýrin, þannig ég held að það muni skemmta sér rosalega vel. Hvað er þetta, Silla? Taska er svona, íþróttataska er svona bara... Svona gymtaska, basically. Þetta er gett sniðugt. Þetta er svona til að setja sléttujárni í þegar þú ert að ferðast með það. Og svo þetta svona hitamáta. Þetta kostaði $15. Ég keypti sko þessar hérna 3 teygjur í TJ Maxx. Af því að þetta eru uppáhaldshárdeginum mínar, allan þessar 2. Ég ætla að prófa þessar hérna. Nema það eru sko ógeðslega dýrar í Target, if you know you know, en þær kostu $5 stykkið, þannig... Síðan keyptum við eitthvað kattardót handa honum Gilbert okkar og ég keypti mér Van Dutch ból. Veit ekki hvað hann kostaði. Hann kostaði 15, mér fannst hann lukka flottur og vintage, þannig að ég tók hann. Svo fórum við í Walmart. Byrjum bara á
þessu sem verður langt skemmtilegast að setja í töskuna. Óli hugsar alltaf versta, það verður ekkert mál að koma sér í tösku. Sjáum eftir nokkur lokost hvernig það gengur. Allavega, þetta er bara svona skipulags til að hengja í eldhúsi og to-do-lista og eitthvað. Til að vita hvað erum að gera. Og dagatal og eitthvað. Mjög sniðugt. Byrjum á póka 1. Þetta hérna er langbesti slickback-bustin út af því að allir slickback-bustarnir á Íslandi, sorry, en þeir eru trash. Þú getur ekki gert flott slickback með einhverjum uppþvottabusta að þeir eru svo mjúkur, en þessi hérna er actually svo góður. Ég held að Silla ég held að við erum búin að kaupa svona 8 svona yfir síðustu 3 ár. Já, eini gallinn við þennan er, ef þú missir hann, þá brotnar hann. Heyrðu, svona magnets fyrir töfluna, Dayquil og NyQuil. Ég hef heyrt ótrúlega mikið þetta og mér langar að prófa þetta. Sko, ok, þetta er eitthvað Palmer's Cocoa Butter Formula, shampoo og hárnæring. Svo keyptum við Flip 7 Vengeance spilið. Ég er búinn að leita þessu ógeðslega lengi. Við eigum þetta til heima, mér langar bara að spila þetta úti og þetta kostaði $7. Sérlega keypti ég Cozy sokka. Já, hann kostaði $1. Svitalyftarir. Fyrir frænku mína. Ég keypti svona Caprice, þið sjáu það ekki. Þetta er bara svartar Caprice. Já, svona til að vera cozy. Bonnet, annar hárbusti til að hafa vara við hinn. Já, þetta er ómissandi, guys. Lemmy Metabolism, sem að það. I don't know, bro. Og svo síðast Lemmy Sleep. Já, við eittum dálítið miklu í dag Silla. Sjáumst á morgun. Það er þriðjudagur, góðan daginn, 40 gráður úti. Sundlaugin okkar er lokuð. Hvað snillingur ákvað að loka henni og þrífa á heitasta degi vikunar? Ég veit það ekki, en eftir 1,5 tíma að keyra fram og tilbaka, þá erum við komið í eitthvað svona in-cade arcade. Ég og Silla vorum söng áður við myndum byrja. Hvað fengum okkur Silla? Mozzarella sticks. Spanta bara heimum aðlilega maður. Ég líka. Erla kemur frá Rósi, 100%. Bilafíkirlinninni Sillu er mættur. Hún er að reyna að vinna Svampur Sveinsson kort. Já, we're so close. Ég er búinn að vinna svona kort og svona kort. Sko, það voru 4 kort sem droppu út, 5 hjá mér, en þau festust, þannig að við ætlum að ná í gæja til að opna tækið af því að we ain't getting scammed. Silla, hvað eru satt komið mörg kort? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ég sá Flappy Bird, ég hugsaði að þetta getur ekki verið jafn pirrandi og alvöru leikurinn. Jú, never again. Já, þetta er mjög stór staður, sýnist mér. Hversu mikið robbed varst þú þarna? Oh my lord. Nú er vandamál sem ég og Silla erum með. Hérna er allir vinningarnir sem eru með. Við erum með 1600 punkta. Við getum unnið 3 hluti, sem er ekki eitthvað drasl þá, meina ég. Já, við erum sérst mætt í laser tag. Auðvitað rústaði ég. $13 fyrir þetta go-kart. Við erum í barna go-kart. $13. Við erum sérst á Racing Canes og þau voru held ég að setja nýtt met. Ég er ekki mikil Racing Canes búin. Þetta kom á svona 1 mínútu. We like. Við erum sko út í raskati. Að fara að prófa að skjóta byssur. Ég var að setja svona nælu frá hvað landi ég er á og það hefur einhver frá Íslandi greinilega komið hingað. Þannig ég ætla bara að segja að það var frá Siglufirði. Við erum sérstætt mætt að skjóta byssum á alvöru gun range. Ég var að læra núna síðast þegar við gerðum þetta, þá vorum við bara með svona loftbyssur. Ég vissi það ekki. Sérst að ég veit mjög lítið, en núna erum við komin á alvöru gun range. Það er sko ógæðislega mikið reglum. Ég ætla að lesa 2 blöð og ég bara veistu, þannig ég ætla ekki að skjóta. Ég hef ekki að fara í molli í dag sko. Svo líka sko áttu að vera mætt klukkan 1 í húsi á frænkunnar. Löðmingarstaði fyrir korter í 2 og það tók 45 mínútur að keyra hingað. Það er bara stemming. Ertu búin að átta á því að þetta er allt skothylkiðin á jörðinni? Ég var basically bara að taka eftir því núna. Við erum alltaf einhverjum byssu hér, við erum einhverjum byssu hér, við erum einhverjum byssu þarna. Já, þetta er áhugavert. Við eigum svo ekkert í þetta. Silla lúkkar fyrir að vera ekkert eitthvað sérstaklega hrifinn á nýja hattinu mínum. Persónulega finnst mér hann mjög flottur. Svona kúrikahattur. Við erum náttúrulega að fara að skjóta byssu, maður þarf að lifa sig inn í þetta. Klukkan er 3 og þau eru að segja að þetta er heitasti dagurinn í Texas á árinu. Samkvæmt veðurappinu mínu stendur 38 gráður. UV er 11. Við erum að svitna svo mikið, bara að standa og við erum að standa í skugga. Það er það heitt. Og ég er með svona dæmi inn í eyranu með kúrikahattinn og svo safety goggles. Munið guys, safety númer 1, 2, 3, 4 og 7.
Hvað er númer 4, 5 og 6? Hafa gaman. Are you nervous? Don't embarrass me. This is gonna be bad. Sko, hann var að prófa að skjóta núna og ég ángríns hélt að mikrofónu myndi púffa. Ef hann springur ekki, þá veit ég ekki hvað. En það er ástæða hvað ég komið svona yfir eyrun. Ég er að fara að skjóta núna, þannig að við skulum byrja rosalega dramatískt music segment að mér að skjóta 1, 2 og go. Ok, við vorum að skjóta, ég var að skjóta AR og einhver aðra byssu. Selja, hvernig stóð ég mig? Mjög vel. Já, þetta er áhugavert. Getum við núna að fara í Ölda? Ekki eins og við séum búin að shoppa alla vikuna. Það er bara ómikið. Maður er hræddur við þetta því að maður svona kicks back og mjög mikil svona flugeldalikt. En ég hitti ágætlega nokkur skot. Þannig að ég er alveg stoltur á mér. Sko, þessi gæi var ekki hjá þessum þarna heldur. Þetta er 50, þetta var 100 yards away sem ég veit ekki hvað er mikið. Ég greinlega hitti þennan og þennan. Þannig að ég er sáttur. I did good. You did great. Góðan daginn frá Texas. Það er, hvaða dagur í dag sinna? Fimmtudagur. Það er 50 dagur í dag. Gær fór over shooting range. Það var basically eina sem við gerðum í gær. Við gerðum ekki storytime um það. Við áttum að vera mætt heim til frængun og Sillu klukkan 1 daginn. Vorum komin 12:40, fættum að ég og Silla vorum ekki með skilríkin okkar, sérstaklega vegabréfin, þannig að Silla og mammina þurfti að keyra aftur í að húsinu okkar, sækja það og fara tilbaka því að við þurftum greinilega IT, hvort eitthvað þreytt. Já. Anyway, gerum það, erum komin svona 5 mínútur yfir 1 og við bara við erum smá sena, allt í góðu. Ekkert gerist í svona kortir. Svo fáum við skilaboð, heyrðu þannig að gæinn sem við erum að fara með, hann vill að við hittumst heima á honum. Það er í kortis fjarlægð. Við bara, ok, það er einhver annar gæi en það sem heitir Kyle, kóngurinn Kyle. Fæn, við bara, Kyle, getur þú keyrt okkur? Því að við erum náttúrulega ekkert á bíl, af því að mammina Silvubbi bara skuttla okkur og tók bílinn sem við erum með á leigu. Þannig að við bara, ok, förum bílinn hans Kyle, svo bara, heyrðu, nei, hann kemur til ykkar. Allt í góðu. Þannig að við leggjum að stað kortir í 2. Og hvað var þetta löng keisla? Svona 45 mínútur. 45 mínútur. Og við vorum hana ógeðslega lengi og svo 45 mínútur baka. Þannig að þetta var eiginlega bara allir dagurinn í gær. Við fengum svo okkur, reyndar þegar ég og Silla komum tilbaka og fengum okkur frójó eða jójó eða whatever. Það var insane gott, getum kannski fara aftur í dag. Við fórum bara að sofa, bara klukkan 9 eða eitthvað, bara ógeðslega snemma. Það var náttúrulega heitast dagur ársins í gær og Silla fekk sólsting örugglega. Það var bara svo heitt. Silla er ennþá þreytt sko. En anyways, núna er klukkan 11. Við erum að fara í escape room. Ertu spennt? Það var sko feels like 41 gráða í gær. Förum í escape room. Ok, við erum að skrifa undir einhvern waiver hérna. Þetta er eitthvað sem kemur mjög óvart. There's a very low chance that you may be incinerated, electrocuted, squeezed or poisoned, but it's technically not 0%. Stella, þín fyrstu viðbrögð við að þurfa að skrifa undir þetta? Fínt, við erum að fara í erfiðastu herbyggi. Við erum svolítið að fara í prison break sem er difficulty 9 af 10. Og já, ég byrjaði með nýja hefð, alla ég og Silla. Hérna er Kyle. Nýja hefðin okkar er að fara í escape room hvert sem við förum. Af hverju er ég að byrja þetta? Af því að ég var með Vibe í Luxemborg. Við fórum í escape room og þau sögum frá þessari hefð og hún hljóma fárlega vel. Þannig að ef ég hef tíma þá ætla ég í escape room. Ég og Silla fórum í escape room í Manchester. Það var ekki það gaman en það var samt alveg gaman. Þannig að núna er að fara í erfiðasta herbergið með fullt af fólki hér í Austin, Texas. Þetta verður skemmtilegt. Þetta er sko insane. Like there's not a solution, then uplift these to that. You got it? What? What the hell? What the fuck? Það var rennibraut. What the hell? 12 sekundur. Let's go, That was pal. egregious, bro. Wow. We should have done more hints at the start. We spent about 30 minutes doing nothing and then crammed the rest. Þetta er svona áhugavert. Það er rennibrautana. Oh, bro. Þetta var mjög confusing. 12 sekundur eftir náðum þessu. Sko, í fyrsta lagi þá er ég ekki góð að hugsa út fyrir boxið og ég stóð þarna bara og gerði ekki og sagði ekki neitt. Gerðirðu eitthvað? Nei. Bara ekkert. Mér fannst ég vera mjög mikil hjálp. Allavega sko fyrsta hálftíman þá vorum við að gera ekki raskat. Svo við vorum bara hvernig anskotanum fundum við ekki þetta út. En veistu hvað, við komumst út með 12 sekundur. Ég held að þau bættu við smá auka tíma alltaf. Þetta er ammæli.
Já, ég sagði að Kyle átti ammali, hann var ekkert ammali, hann fekk ammaliskort og allt. En ég er sáttur. Og núna erum við mætt í hádegismat á stað sem heitir Tumble 22 Hot Chicken. Þetta er greina mjög góður kjúklingastæður í Texas. Ég reynda TikTokan til að finna út hvað ég ætla að fá mér. Ég er ennþá í paniki. Matseðlinn er að gera mig mjög overwhelmed, en hann lítur mjög vel út. Þannig að við skulum bara finna út hvað við fáum. Silla, erst þú búin að ákveða hvað þú ætlar að fá þér? Já og nei. Ég fæ mér 3 chicken tenders, veit ekki hvað það er einhverja súra gúrkur ofan á, en ég fekk líka brauð, ranch og barbecue, mac and cheese. Ég valdi númer 2 sterkasta. Eða þú veist, hérna er minn sterkasta og hérna er extreme sterkasta. Ég valdi level 2, Silla valdi level 3. Það er frábært sjónvarpsefni. Við erum að horfa á 12 og 13 ára stelpur í baseball. Og þetta er meira prodúsað heldur fyrir íþróttavikur á Íslandi sem er gjörsamlega galið. Þetta er minnsti hundur og einn sætasti hundur sem ég sé á ævinni. Hún er með bleiu. Við sjáum með litla bleiu hana, pinkulítil. Hún er just a baby. Hún er líka í kerru og svona bílstól, svona actual bílstól. Þessi, já það er bílstóll hana, þetta er mest degraðasti. Skiptitösku. Hún er með líka svona skiptitösku. Já, þetta er svona topp 3 mest degraðasti hundur sem ég hef séð. What's up guys? And just like that er vikuvloggið búið. Þetta áttu að vera vikuvlogg, mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur og föstudagur. Ég verð að viðurkenna það, ég fattaði það bara í dag. Fimmtudag, að þetta vídeo á að koma á morgun. Föstudag, who cares? Það er smá sad að hugsa það. Þetta er annarkvort næst síðasta vloggi frá Texas eða næst síðasta vloggi. Þegar næsta vlogg verður þá föstudagur og laugadagur. Veit ekki með sunnudaginn, það er ekkert planað þá. Af því við eigum bara föstudag, laugardag, sunnudag, mánudag eftir og svo förum við heim á þriðjudaginn. Já, it's kinda sad guys. Þannig að þetta verður örugglega næst síðasta. Svo kemur annar vlogg á sunnudaginn sem verður föstudagur og mánudagur. Föstudagur og sunnudagur, sorry. Hvað er ég að segja? Það verður föstudagur og laugardagur, vloggið kemur á sunnudaginn og svo kemur vlogg á þriðjudaginum sem verður þá annarkvort næst síðasta vloggi eða síðasta vloggi sem verður þá sunnudagur og mánudagur. Ég held samt ég verð að reyna að gera 10 vlogs. Ég held að ég verið mjög sáttur að reyna að gera 10 vlogs þegar markmið mitt var að gera 3 eða 4 vlogs max. Það er aldrei skemmtilegt. Þetta er búið ógeðslega skemmtilegt að gera þessi YouTube-vídeó, bara eitthvað svona allt öðruvísi content en ég er búinn að gera. Þú veist, þannig að það var mjög sniðugt að mér að vinna fram í tíman og leyfa mér innan gæðslappa að vera í fríi á meðan í Texas. Þess að því annars var ég örugglega bara að gera dagleg vlogs á TikTok og þau væri bara, þú veist, mínútu max eða eitthvað. Þannig að það er skemmtilegt að vera innan gæðslappa í fríi. En þetta er mjög næs að eyða tímanum mínum frekar í þetta. Býr líka til bara extra content fyrir ykkur til að horfa á. Extra content fyrir mig til að eiga. Bara geggja fyrir mig eftir nokkur ára að hugsa bara váká gaman í Texas-ferðinni minni. Get fara á YouTube og horta á, þú veist, 2 tíma af efni af mér bara bull eitthvað eða jeppa eitthvað bara. Þetta er bara búið ógeðslega gaman. Svo er ég að pæla sko, ef þið viljið, eigum við kannski að gera, þegar ég er búinn að posta á síðustu vlogunni, gera eitthvað svona 1 best of vídeo, bara svona bestu bútanir eða eitthvað. Eða bara, hold up, let me cook. Gera bara 1, þú veist, 2 tíma vlog. Þess að bara öll vídeón saman, bara ég fór til Texas í 3 vikur. Þannig að þið þurfum ekki að vera að skipta á milli vlogga og getið bara ítta 1 langt, bara 2 tíma vídeo eða eitthvað. Ég held að það veri ógeðslega gaman. Gætum þurft að skoða að gera það, en við sjáum bara hvað gerist. Áður en ég endi þetta vlogg hins vegar getum við tala eins það hvað þessi kamera er góð. Það er níða myrkur úti og er að sjá gæðin á þessari kameru. Þetta er ástæðan hvernig ég keypti þessa kameru, af því að hún er insane á kvöldin. Kannski sjáu það ekki, en það er ógeðslega dimmt hérna. Ég vona að ég sé ekki að lappa í neitt hundaskítina. En pæli, það er alveg dimmt hérna og ég sést með þessum fallegu orðum þá endum við þetta vlogg. Sjáumst aftur í næsta vloggi. Ég er ennþá að átta mig á hvernig ég er búinn að geta posta vídeo og 2 daga fresti á YouTube. Og þú veist, ég gæti tæknilega séð tekið mér frí af því að þetta vídeo kom í fyrramáli. Þegar þið eru að horfa á þetta, þá kvöldi áður en ég postaði þessu og ég eftir að klippa allt vloggið. Klukkan er núna 10 og ég gæti verið að fara að sofa. Það kemur nefnilega 8 á mínum tíma út. En ég er greinlega að fara að edita vlogga því að ég er so dedicated. Mér langar ekki að break, fattaru. Ég er búinn að gera 2 daga fresti í 2 vikur. Ég get ekki hætt núna, fattaru. Hanna, ég ætla að enda þetta vlogg. Sjáumst seinna. Ó, ég er fjólublár. Anyways, sjáumst endum þetta vlogg núna. Peace out og bye.